too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Regus á Íslandi. Regus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Regus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Regus á regus.is. How do you do? Mr. Carl Emily feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image, without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you. Jæja, bútasaumuðu hlustendur. Þetta tveir á toppnum, þáttur 126. Uppástefið fjarri góðu gamni, þarna var einhver kallfuskur að flytja fororð að Frankenstein frá 1931. Þetta frá henni, já. Já, okay. Og þið bara takið þetta til ykkar ef þið eru eitthvað hrætt, þá hættið þið bara hlusta núna. En annars bara verður Frankenstein eftir Guillermo del Toro í forgrunni. Að gera allt vitlaust ekki? Jú, það númer 1 á Netflix. Já. Og við meiri séð, þetta náttúrulega svo djúpt og merkilt verk að við erum með gest. Já, halló. Stefán Atli Sigtryggsson, kvikmyndagerðamaður og kvikmyndafræðingur. Já. Loksins komstu, Stefán. Loksins, takk fyrir að leyfa mér að koma. Hvað ertu búin að hlusta lengi á 2 tón? Ég búin að hlusta á 2 tónum síðan þetta hét Krúnuvarpið, held ég. Það þannig. Já, þetta einn af original. Já, þetta einn af originals. Og þú býr og starfar í Svíþjóð, þannig að þetta næst þangað. Þetta næst þangað, þið getur auðvitað að séð tölurnar í Svíþjóð. Ég held að ég sé stór hluti. Líka í Belgíu, sko, náttúrulega líka. Einmitt, þú ert náttúrulega bara allra handamaður. Þú ert kvikmyndagerðamaður. Já, ég er mest að vinna í ljósadildi og svo er ég með lítið fyrirtæki sem að ég líka framleiða fyrir. Já, og þið hafi gert alls konar myndir. Já, stuttmyndir og tónlistarmyndbönd og eitthvað sem að enginn nennir að horfa á en draumurinn er alltaf að gera eitthvað stærra. Já, en þú hefur til dæmis meðal annars unnið á hvað setti við, hvað Netflix þætti og bíómyndir og þess aftur? Jú, þegar ég er ljósum, þá er ég að vinna þessu stóra dæmi. Ég var hérna, það veist ég, Óremorðin á Netflix. Svo hérna, kannski við Saltkrákuna. Nei. Ég las bókina á Saltkráku einhvern tímann. Já, þetta er hérna aðstill lengi. Já. Endur gera hérna barnaseríuna hérna fyrra sumar. Þá var ég að vinna því. Já, ok. Það er svona stærsta sem ég hef verið að vinna við býst í við. Já, hvernig er að vera á setti á svona Netflix-seríu? Fínt. Mikið náttúrulega. Þetta er í ljósadeildar er það bara mikið að stöndum, stóri lampar og þungt en það verða þegar maður er upp í fjalli í snjónum og þarf að rúla þessu og draga ströyminn fyrir þetta og svo er maður bara mest með þess á svona standby yfir daginn þegar það er minna að gera. Já, þú hefur bókstaflega verið upp á fjalli að díla við rafmagnsgafla. Já, sjálfsögðu, það eru bara með einhvern svona stóran generator með okkur og bara leggjum hann lengst burtu svo það sé ekki að ég áhrif á hljóðið. Já, það er hljóð. Þetta er ótrúlega tæmið bara. Þetta er svo fyndið, því maður hefur náttúrulega aldrei komið nálega kvikmyndagerð, sko. Nei, og maður veit ekki neitt. Minni líka á í hverjum einasta þætti, árnum hefur skoðun, ég hef náttúrulega aldrei búið til bíómynd, sko. Þetta er minn uppáhaldsvarnagli. Þetta er besti varnagli. Ég ætla bara að byrja fyrirgetningar fyrirfram að ef ég slett á sænsku og enskun og eitthvað, heilin minn er bara eitthvað í muski. Já, það má. Við leifum bæði spoiler og slettur. Já, spoiler er gott. Einmitt. Og já, ég held að þetta bara annar kvikmyndafræðingurinn sem fórum hérna. Þó þessi nú virðulegt og gáfulegsta kvikmyndalhagar landsins, þá
Áran Jón Þór vinur okkar, hann kvikmyndafræðingur líka nefnilega. Oddur ber svo litla virðingu fyrir þeirri menntun að hann gerði hann að stjórnmálafræðingi síðast þegar hann Mér fannst það svo fyndið sko. en þú ert fyrsti maður sko, Stefán, sem sko, bæði með reynslega að gera þetta og að nema þetta, fræða stúdera þetta Það er ótrúlega, hvernig er að vera kvikmyndafræðingur og vera að vinna í kvikmyndabransanum? Sko, mér finnst ég hafa sko að tapa rosa miklu úr kvikmyndafræðinni frá því ég byrjaði að vinna því að maður byrjaði að vinna bara mest fysiskt og maður náttúrulega að hugsa en maður ekki að hugsa sama hátt og maður hugsa þegar maður í háskóla að skrifa þannig að ég var að preppa fyrir þennan þátt þá hurti ég svona, ok, nú setjum ég mig aftur í kvikmyndafræðingastellingarnar og ég með þetta svona blað Ok, Stefán í jakkan sinn og ná í blað hana Sko, ég alltaf þegar ég var inn í háskólinu sko, þá skrifaði ég fyrir Engar stjörnur sem var svona kvikmyndagagnrýni eða bara fræði Svona fræðileg gagnrýni Já, einmitt, þá fór maður alltaf í bíó fekk ágifist bíó með og var með einhver svona lítið glósubók og skrifaði í myrkrinu og ég gerði það nákvæmlega í gerð þegar ég horfði á þessa Wow Hann bara heilt blað á glósu Ég ætla að reyna að gera mig verðslega til að skilja hvað ég skrifaði sko. Þetta er svona skrifaði flýti í myrkrinu Wow Ég náttúrulega bara eins og venjulega gerði smá heimavinnu en ég þurfti líka sko, ég þurfti að fara að róta í gömlu bókmyndafræði glósunum mínum af því að Frankenstein er náttúrulega líkil Rit í hryllingsfræðunum. Sko, ég er mjög spennt að heyra frá þér því að þú ert mikil horror maður líka. Jú, algjörlega. Og Dracula, Nosferatu þátturinn, sorry, ekki Dracula. Það var mjög gaman að heyra frá þér sem að það er stútir eða svona mikið. Þetta setur pressa á mig. Þetta setur pressa á mig. Og enga pressa á mig. Ég get parlað mér aftur hérna. Já. Það er besta við það. Þú afgreitir þetta fyrir árið með því að vera alþjóðastjórnmálafræðingur var ekki síðustu þáttur? Jú. House of Dynamite. Einmitt, akkurat. Þá fekk ég að vera intellectual. Venlega er ég nefnilega Stefánsson sem hefur aldrei séð neitt. Ég er svona heimski þáttastjórnundin sko. Það er mitt hlutskipti. Já, við byggjum sko þáttinn á þessu gamla stílbræði og frásangtrísu Shakespeare sem er svona ófróður spyr fróðan og það er alltaf svona lykil upplýsingum komið á framfæri í leikritunum sko með eitthvað sem veit ekki til sín haus fyrir að spyrja. Hversu oft hef ég ekki notað lína? Já, er það virkilega svo? Ég nota hana svo oft. En áður en við kíkjum á Frankenstein, er eitthvað að frétta vettlingi dagsins? Er eitthvað í gangi? Það sem við erum að horfa á? Já. Ég er að reyna að muna þetta, hvað maður er að horfa. Ég er núna bara í Traitors, Celebrity Traitors, raunverulega þetta þættir. Er það Alan Cumming? Já, nema það er ekki hann sko, það er hann hefur aldrei stýrt bresku þáttunum sko, það er hún Guðminn Almáttur, veit ekki hvað hann heitir en þetta er basically fyrsta breska serían sem að er með frægum Stephen Fry til dæmis í þessu og þetta er ekkert eðlilega skemmtilegt þetta er eins og svona mördi Stefán, hefur þú hort á þetta? Ég ekki hugmynd hvað að tala sko. Ég mæli mjög mikið með þessu þetta eru þættir sem heitir Traitors þetta er basically bara murder mystery þetta gerist alltaf í skoskum kastala ég er reynda nú síðasta sumar að keyra í þann kastala mér var að meina að fara þangað og svo faraði bara í að það er einhverju þrír sem eru valdir svona svikarar Traitors og þau með að svo drepa í skjóli nætur það er alltaf eitt sem deyr og svo faraði svona pall eða svona ringborð hvert kvöld og ég að reyna að finna Traitoruna og þetta er geðvikt sjónvarssería ég mæli með þessu Hljómar er svo töluleikurinn Among Us nema sjónvarssería Þetta er nákvæmlega hannig, það er bara hárið þetta er bara svona Claudia Winkleman stýrir breska Þú verður alveg ekki að spara þér að fletta upp svo nafni, ég veit ekkert hverju Nei, ég skil það líka, en það eru mjög marga breska stjörnur í þessu sem að ég veit ekkert hver eru En já, ég er að horfa á þetta núna og svo er ég að horfa á Chad Powers með okkar manni gæðin sem er í Running Man sem er að koma út í þessari viku Glenn Powell hann er í því það er svona verðist fyrir að búið samt komið 6 þættir það er býðið til að nýjast í dettin hann leikur eitthvað algjör hann fáið það sem er svona football player sem er eðilegu ferilin sinn og ákveður svo að þykjast fyrir ykkur háskólinni og fer að spila fótbolta nýtt og farðar sig með einhverju dæmi Það var kunnulegar eins og það sagt frá þessu áður Það ekki, ég sagði frá þessu í síðasta og í þessu Ég lítið tómur ég spurður Svo er ég líka að byrja á þessum dönsku áttum þeir lofa mjög góðu sem er á Netflix The Acid Já, Legenden Já, Legenden Það er gott stöf Er það ekki? Já, er þetta ekki rosalega gott?
Jú, þetta er kannski Ekki rosalega komið smá overhype á þetta en þetta er alveg rosalega gott. Þetta, ef einhverjir sko kunna gera svona góða krimma fyrir utan Breta þá eru Danirnir alveg helvíti segir sko. En Stefán, Orre Murders, þeir voru góður sem þú tókst átti að gera. Þeir voru fínir. Já, lýsingin alveg vakti Já, lýsingin vakti mikla í þeim þáttum. Basic, sænsk mórserja. En hvað finnst þér það, Stefán? Við tölum eiginlega aldrei svona þess að tæknilega hlið á kvikmynda að gera í þessum þetta. Við tölum aldrei lýsingu eða neitt þannig. Bara, lett fyrst með sko. Já, það er ekki að skamma okkur fyrir þetta. Nei, alls ekki komið Þú sem verður það allar hliðar kvikmynda að gera það. Nei, ég var talandi um ömmu í ger og hún bara, já, maður pærir aldrei í þessu fólki sem er eitthvað svona sem er að vinna á bak við að setja upp sviðsmyndina að koma fyrir ljósunum og sjá til þess að ekkert að þessu sé í mynd eða það sem að er í mynd líti út eins og það eigi að vera í mynd. Það er hárið. Það er alltaf bara einhver bara leikstjórnin hér í krókviti en ef fólk einmitt situr eins og maður nýttur til hjá Marvel yfir kreditlistanum þá náttúrulega fer ekki að mála það þarf svakalega margar hendur og mikið af fólki til þess að búa allir eina bíómynd sko. Einmitt, nákvæmlega. Ég var að fatta, ég kannski þú útskýra akkur þú ert hér Stefán, við erum náttúrulega gamli vinir úr menntaskóla. Já, einmitt. Er ekki gott að taka það fram tótið? Jú, svona bara upp á hagsmunatengsl Já, upp á hagsmunatengsl þannig að líka hann hlustendur skilja akkur Stefán allir er hérna sko. Þetta er svona, við tekið svona bara einhvern random íslenskan kvikmyndagera mann frá Svíþjóð og svona dreigja hann upp á dekk. Já, það er líka mjög gott. Það er enda líka mjög gott. Þið flugum með til landsins það kom í podcast. Borgum flugum með. Það er eins og einn af mínum gömlu mentorum í blaðamenn sem Eiríkur Jónsson, hann var einu sinni með þætt á Stöð 2, ég veit ekki hvort að þið hann sannlega bara verið ef það hefur verið komnir í bleið fyrir okkar tíð. Já, 10 mínúna þáttur á Stöð 2 sem að fekk alltaf eitt viðmælanda og einhvern tíma hann sagði þá kom ekki viðmælandinn og það var bara verið að fara að taka upp og þá bara fór hann út að reykja í fári þá sá hann bara eitthvað kall út á bílastæði sem var eitthvað að baksa við eitthvað loftnet á bílum sinni kipti hann bara inn það er alltaf hægt að retta sig. Vá, það er gott. Það er ekki að Já, heyrðu, en hefur eitthvað tíma til að horfa á streymið þarna út í Svíþjóð það er bara alltaf að tengja það framhjá. Ég er ekki af dölur á því sko, ég hlusta það þetta sem ég er ekki hlusta á allt hjá ykkur af því ég er ekki nógu dölur að horfa á sjónvarp sko. Þú ert það lendið því að þið langar að hlusta á okkur 2 tótnum þátt það getur ekki að þú ert ekki múin að sjá það. Einmitt, ég er bara nýlega búin að taka Alien Earth þáttinn var hann frekar nýlega, ég man það ekki ég tók hérna vinsalega Fallout þáttinn bara hérna fyrir svona mánuður síðan. Já, váka hann vinsæll, sá þáttum. Já. Þú varst að horfa á Fallout? Já, ég horfði lóksins á þetta. Hvernig fannst þér? Fínt sko. Það var fyrir mánuður síðan. Núna er ég er mest með þess ekkert að horfa nýtt núna. Ég verið að endurhorfa á Futurama. Já, vel valið. Og svo er ég með endurhorfa á Buffy the Vampire Slayer og Angel með konunum minni. Já, ok. Og við erum að horfa á þetta sko, þannig að nú erum komin í fjóru seríu af Buffy. Það byrjum við á, 5. seríu af Buffy, ég man ekki. Þannig að við erum að horfa á einn af Buffy og einn af Angel. Þannig að þegar þetta er svona crossover episodes, þá sér maður alltaf í þáttunum sko. Er það að synga þetta? Já. Wow. Þannig að horfa á eina seríu tekur henni 48 þætti í staðin fyrir 24 sko. Já. Holy shit. Hefur þú ekki svona gert þetta, Dóti? Nei, ég hef ekki verið kannski mikið að synga sama þætti. Ég horfa alltaf á Law and Order og Law and Order Special Victims Unit og Organized Crime þegar það er með í beit sko, þannig að ég er alltaf í takti. Er eitthvað svona crossover þar? Já, það er stundum crossover sko. Er það eitthvað svona einu þætti, þá er eitthvað svona nú þarf ég að fara í hinn þáttinn. Já. Er það þannig? Já, algjörlega og líka því að hann Dick Wolf sem að gera þetta, hann er líka með Chicago þættina PD og Chicago Fire sko. Og einu sem þurfti að horfa á eitthvað þætti í Chicago PD því að Olivia Benson fór úr Law and Order SVU yfir í Chicago PD til þess að hjálpa til eitthvað í Chicago sko. Það er mjög gaman. Þetta er gaman þegar maður sér þið fara og sér þið mæta sko. Já, kannski ekki alveg þannig og sjá það bara ganga út úr einum þetta yfir í hinn. Það er svo en ég kann að metta þetta. Loksins komin maður sem skilur sko gildi þess að horfa á gamalt efni. Ég veri alveg helmikið gláptímans í gamalt stöf sko. Þess vegna er ég alltaf svolítið eftir áallun. Ég horfði nú nokkur ára gamla mynd í gær og daginn. Þetta er svona tvíhleypa. Ég horfði á Avengers Infinity War og svo Avengers Endgame. Og ég var í gær grátandi að horfa á Tony Stark deyja. Ég gæti alltaf. Þegar hún pott sérna kemur og segir it's okay, you can go. Man mun alltaf gráta. Bara, og þegar Spiderman er bara og maður er bara, ég er þetta árast núna að hugsa um þetta sko.
En Tóti, ég alveg með þig sko, ég alltaf verið að koma út í Twin Peaks. Já, hann áttur veit alveg að hann skuldar ég veit það sko. Ég veit það, ég skulda ég ætla að horfa á þegar Tóti horfa á The Bear þá mun ég horfa á Twin Peaks Já, ok þetta er góð dýl Heyrðu, ég ætla ekki að fara að rekja mig gegnum allt sem ég er búin að vera að glápa á en bara höldum við þetta haga að Predator Badlands er komin í bíó Já, og það er eitthvað að vera að tala um þessa mynd Já, hún sé bara frábær Já Því að einhver er búin að ákveða að hún væri ekki góð en það virðist vera Ég bara vissi ekki af þessari mynd Ég held einhvern veginn að þetta er straight on the stream Ég held það líka En svo er hún bara í bíó Já Og hún er með 4 stjörnur hjá Empire og svo er sem sagt Running Man er hún bara dettinn bara Eftir Edgar Wright maður, það er nú þinn maður Stefán Já, einmitt Mér þú líka bara komið þurru Ég hef ekki hugmynd um að Edgar Wright var að gefa út nýja mynd Er það bíó eða það streymi líka? Nei, Bíó. það var bíó, hún er að koma í bíó hér bara hvað Það er Glenn Powell maður Það er Glenn Powell og náttúrulega byggt á novelu eftir Stephen King og einhvern veginn auðvitað óhjákvæmilegt að hún með lendi í samburði við The Running Man frá 1987 með Arnold Schwarzenegger sem þótti ekkert sérstu Ég man það ekki, mér fannst hún alltaf ekkert spes sko. Bössið með þessari mynd er bara helviti gott Já Ég er búin að sjá eitthvað svona klippum sem var að fara klipp á netinu eitthvað, Arnold Schwarzenegger eitthvað að þakka þeim fyrir að endur gera þessa mynd þetta er mynd sem hann vildi helst gleyma væntanlega. Já, ég veit ekki, ég sé þetta er búið að vera, ég búin að sjá svo klippu svona þreisfór, ég ætla bara svona að skippa ég sé þetta gerast og ég svona, ok, þetta svona líður svo sé smá uppstilt, en ég hef ekki séð upprunalega, þannig ég veit ekki Nei, ég hef ekki séð upprunalega heldur En Buzz í kringum hana Buzz, Edgar Wright, ég hlakka svo til að sjá skotinans einhver lappa inn í bíl og svo hurðin þú veist, ég veit nákvæmlega hvað ég við Já, þessi hraðaklipping einhver að fá sér kaffi Já, hann er í því Er það ekki? Er hann ekki í því? Jú, Náði ekki að mynda hljóðin í kringum Jú Já, alltaf King er ánæður hann talar um að þetta sé bara die hard fyrir voru tíma sko Það er málið? Já, hann er ánæður King? Sjálfur Stephen King, já Martin Luther King Já, svo nefndi ég hann í síðasta þætti og Oddur taldi sig vera skúpaði á toppfólki á Facebook í vikunni að það veri komin nýjir þættir frá Vince Gilligan sem að gerði Garðin Pluribus Nei, ég myndi nú eftir Breaking Bad Ég var ekki að skúpaði, það var einhver annar sem hendi þessinn Já, það varst ekki þú? Nei, þetta var hlustendum okkar sem var að segja að þetta lofaði góðu Hvað er hann að gera núna? Pluribus Þetta er eitthvað sci-fi sko það eru komnir 2 þættir og þetta er á HBO ekki RCA eða eitthvað Nei, þetta er á Apple Þetta er á Apple, já af því að ég nefnilega, hann er búin að vera að tjá sig um þetta að hann náttúrulega gekk bara í stúdíó eða þú veist, stúdíón voru öll bara þú má fá þetta og hann valdi Apple af því þeir gáðu honum bæði alla peningana sem hann vildi og allan, allt frelsi og allan tíman líka, hann talaði um það var engin pressa, bara gerði þættina á þeim með að koma hvöna sem er en það er allavega, sjálfsagt nú einhverjir kritikarar sko búin að sjá þetta allt þetta er að fá alveg styrlaða dóma sko það málega já, bara alveg þannig að hann virðist alltaf bara að geta fyllt Breaking Bad eftir sko hann er alveg klikkað sko en líka bara einmitt, þetta er náttúrulega ótrúlega dýl sem Apple býður honum bara gera þetta hvernig sem hann vill á sínum tíma og bara hvað er hann búin að gera síðan Breaking Bad? Better Call Saul já That's it, held ég og svo eitthvað bíómynd eitthvað svona á Netflix El Camino El Camino því mér finnst að vera svo stór stökk úr eitthvað svona glæpa heimi og svo bara sci-fi þetta er giant leap það hefði verið svo gott nefnilega hann líka talað um það, hann er svo ótrúlega þetta er svo ótrúlega svona góði gaur einhvern veginn, hann var bara ég ætla ekki að, ég búi núna með anti-heroið búin í þessum glæpa Breaking Bad heimi, hann nefndi ekki að breyta sig í einhvern cinematic universe sko. Þannig að það er ágætt ég sá eitthvað að hann sagði daginn að hann væri til í að fara að gera eitthvað meir hetjur í staðin fyrir að gera móndugall já, ekki, hann er komið smá ógeð því að svo var hann alltaf að skrifa fyrir einhverju þætti hvað þætti voru það, hann var alltaf í einhverju svona story seríu eins og Law and Order ekki Law and Order samt og hann sagði bara, þá fekk ég nóðið að skrifa um hetjur ég var alltaf að skrifa um hetjur og þá vildi ég fara í að gera anti-hetjur þannig að, já, núna er hann komið hringin ok, heyrðu, þá var að dempa okkur í mannskapnaðinn hans Frankenstein það ekki bara, Guillermo del Toro gerir þessa mynd, byggir þetta bara á bók Mary Shelley
Já, þetta er hérna Hver kom bókin út eftir? 1818 Er það 1818? Hvað er eftir að þau hanga þarna við eitthvað vatn? Já, ég skal nú bara fara alveg í díteilum í það á eftir en hún er Við ætlum ekki að spilla alveg strax spilla Það er söguþræðinum Hvernig ætlar að spilla söguþræði sem að byggir á bók sem kom út 1818? Já, þegar þú segir það sko, þá meikar það sens En kannski, ég veit ekki Nei, ég ætla að tala um sköpunarsöguna sko. Já Þegar verkið verður til en byrjum bara á þetta er Netflix-mynd og þú hefur væntanlega sest aðinni með alla þína fordóma Netflix-myndum Já og nei, maður náttúrulega vissi að þetta er Guillermo del Toro og maður ber vinningu fyrir honum en þú veist að stórlagsverð eins og David Fincher og fleiri skítið á sig nefnilega, en maður vissi líka að þetta væri myndin sem hann hefur alltaf langt til að búa til þannig að það einhvern veginn og náttúrulega, við þurfum alltaf ekki eins og ekki sögurþráðuna því að þetta er svo vel þekkt annars gerði kallina þarna í byrjunni þetta er náttúrulega vísindamann sem að reynir að sigrast á döðunum en það er oft, fólk ruglar oft saman nafnin á vísindamanninum og skrimslinu Já, það var þannig sko ég held að þessum búið að leiðri þetta alveg en þegar ég var krakki þá heldu allir að hann héti Frankenstein skrimslinu Já og það var bara alveg frá og Boris Karloff alltaf svona teiknar og alltaf með svona skrúbolta út úr hausnum og eitthvað svona Frankenstein það er nefnilega Frankenstein sem ég man eftir það er hann að gráða eitthvað þú veist svona Adams Family en ég settist niður í gær og horfði á hana sko, og ég þekki nákvæmlega sem þú varst að segja sko, að ég var með ógeðslega mikla fordóma út af Netflix stimplinu sko. Helt mikið og ég elska Guillermo del Toro þá var ég bara eitthvað svona líka við Frankenstein sko, þetta er ekki svona sama, þú veist, maður er ekki búin að vera að bíða eftir einhverju endurgerð, bara mér langar svo mikið Frankenstein endurgerð bíða eftir endurgerð sko, svona Frankenstein hefur verið gerð svona cirka 60-100 sinnum sem kvikmynd eftir hvernig þú telur og hvernig þú lítur á það sennilega svona 60 sko sem að byggja á verki Mary Shelley og svo alls konar svona spunar og fanfictionar eitthvað sko. Þannig að þetta er óbáslega margtuggin tugga sko. En með hér samtæknin engin, alltaf fyrir mér þá er engin Frankenstein mynd eins og Dracula Bram Stokers Dracula eftir svona Coppola það er svona, fyrir mér þá var það alltaf svona Dracula myndin en þegar þú segir Frankenstein mynd þá er engin þá hugsa ég Jón Frankenstein skópstæling og sem er frábær sem er það líka en engin svona serious mynd nei er ég að missa einhver? Sennilega hefur hún farið framhjáður 1994 Mary Shelleys Frankenstein Kenneth Branagh ég sá hana sko en hún var bara leiðileg og léleg það sem ég á við en þú veist Coppola Dracula myndin mér veist hún geggjuð eins kampi og hún er sko en það er einmitt sko Coppola náttúrulega hún heitir Bram Stokers Dracula og er svona nokkuð svona bara fylgisögunni og Kenneth Branagh gerir það líka kemur 2 árum setna með Mary Shelley's Frankenstein og hann svona talaði um að hún sé svona af þessum Frankenstein myndum einn svona sem að fylgir sögunni mest og best sko það gerir hann greinilega ekki góða sko einmitt en samanbörjum við var bara svona meira hvað stendur upp úr Frankenstein myndum sem við höfum áður og þá er engin sérstök hvað er það mitt, bara Mel Brooks spúfið er bara Frankenstein myndin basically, það er mín Frankenstein mynd líka sko. en þú veist það er kannski náttúrulega upprunalega fyrir 1930 hérna Universal myndir en ég ekki sé það sko til var Kenneth Branagh hvað var myndalug 1994 hann er náttúrulega eins og halvviti í þessari mynd en hann er náttúrulega með síta aftan en hann er rosalega massaður hann er rosalega myndalug leikur hann skrímslið hann er Viktor sko, það er eiginlega skrýmsli Robert De Niro leikur skrýmsli er eiginlega stóri fellir sko, að láta Robert De Niro I'm talking here talk to me ég vissi það var ástæður fyrir mig líka ekki viss að myndu sko svo er Helena Bonham Carter hann líka og þannig eru sko þeir eru mjög myndal þannig eru þau sko þegar þau eru að gera þessa mynd þá eru þau sem byrja að ríða sko hann er giftur Emma Thompson 94 sko hann er að halda fram með hann og maður sér það heila í ástarsenunum sko. Það er svo mikil hiti að þannig að tekið það aftur og aftur sko. Alveg hérna Jesus. Helena góttu, aftur hann er nú alveg De Niro er nú alveg nettur
í þessu Frankenstein Já, hann alveg nettur sko samt Að að því að ég alltaf sá hann á sín tíma sko og þetta hérna 94, þá Robert De Niro sko hann orðinn þannig, hann alltaf Robert De Niro sko, þannig að reyna að setja hann í eitthvað gerfi, það skín alltaf í gegn já, þetta Robert De Niro Þú er óttur þetta sín okkur sínaði myndir á Robert hvert hlustundur til að googla hérna, Robert De Niro, Frankenstein 94 helviti góður, flottur en að því að við erum að tala þessa frændur Dracula og Frankenstein, þá þetta ótrúlega merkilegt Dracula með Bela Lugosi kemur 1931 og Frankenstein með Boris Karloff kemur 1931 þetta halda svolítið endur svo það kemur Coppola með Bram Stoker's Dracula 92 og svo Branagh með Mary Shelley's Frankenstein 1994 og 2024 kemur Nosferatu og 2025 kemur Frankenstein hvað málið með þetta? Þetta er ótrúlegt Já, ég hef heyrt eitthvað kenningum að þessir höfðingjar poppi alltaf upp þegar það eitthvað að í heiminum ég man bara persaflóðastrið var sennilega í gangi 92 annars var það nú ekki bara einhver annar dagar á skrifstofuna persaflóðastrið, Saddam Hussein who cares maður nákvæmlega, ég ekki viss þetta haldi nema þetta sé eitthvað svona djúbstæðara eins og það má alveg verja það að heimurinn sé í köku akkurat núna köku með á 10. áratug ég myndi bara bring me back to the 90s herruðu, en ég sagði hún ekki síðast ætti ég var svo lítið spenntur fyrir þessu fullir virðingu fyrir Del Toro og allt það, þá bara þú veist, ekki aftur Frankenstein þetta er svo margtöki en líka það ekki bara, þú veist, eðli söguna saga sjálf ekkit eitthvað Þetta er ógeðslega góð saga og hún slá ógeðslega dýpt í þessu veist, maður að leika Guð þetta lesa þetta getur verið svona bara svona barneigna hryllingssaga sko, barnið náttúrulega bara er stjórnlaust og þú ræður ekki neitt við neitt sko. Allir verður geðveikir en nei, þetta er bara að því að maður gjörþekkir þetta svo og þá var ég ekkert mjög peppaður en svo bara hún eiginlega náði mig bara strax bara ég var alveg og ég bara mjög ánægði með þessu mynd ég ætla að segja það ég hafði miklar áhyggjur að því að fara að horfa á þessu mynd og mér leiði eins og ég væri bara horfa á mynd fyrir skólaverkefni þegar ég byrjaði að setja á hana Tjekkaður kannski á running time áður en þú byrjaðir ég gerði það og ég fór að gráta tveir var ekki 3 ég fær skilað bara frá Otti sko þegar hann sá hvað það var löng ég var hún 2.50 ég held hún hafi verið 2.59 hún er 2.30 ok en ég er sammála hún byrjaði ekkert eðla vel ég reyndar í sjokki að sjá okkar mann Lars stóra bróðir Lars Mikkelsen og svo heyrir maður dönsku ég var í sjokki við því en hún byrjar ekkert eðla vel og svo heldum manni bara allan tímann og auðvitað fór ég hans í síman og svona því ég hugsaði bara 2,5 tími ég get nú ekki látið með hafa þetta í bara setu skilur heima á mér smá synd, ég hugsaði það smá synd að þessi mynd fari ekki í bíó Já, það er einmitt eitt sem að ég teki eftir að það er mjög almenn ánægð með hana út allan heim en sem sagt reiðin beinist öll einmitt að því af hverju fékk ég ekki sjá þessa mynd í bíó en þú veist, hún var í 3 vikur í einhverjum völdum bíóhúsum í Bandaríkjunum sko. Þetta er náttúrulega bíómynd Þetta er rosalega svona, einmitt svona ef ég hef verið í bíó, þá hef maður verið alveg svona ok, en af því að þú veist, af því ég var heima þá var ég bara eitthvað Já, og líka svona, þannig að þar er einhvern veginn strax farin af þessi Netflix bragur sem þú kvarta mikið yfir þetta er bara algjörlega bíómynd og líka tala sko, hann var með svona bara praktíska effekta sko, eins og þetta skip hann bara heimtaði skip, sko, það var ekki þetta að vera eitthvað, ekki tölvu shit þar, sko. En svo var himinin og það var, og ísinn var blue screen. Já, ég er mér finnst ég taka eftir því, sko, það er þetta sem ég hef að setja út á með Netflix stimplin, en mér finnst alltaf að finna fyrir Netflix tæknibrillunum. Ég fann finna sérstaklega fyrir því þegar úlfarnir kom og reyðast á kindurnar. Þá var ég svona, ok, nú er þetta komin í sjónvarps VFX. Ekki að sjónvars VFX í dag eru ógeðslega góð og maður á ekkert að vera að væla yfir þessu en þetta er bara svona að því að Guillermo del Toro hann er svo góður með sett og búninga og skapana heim það tekur mér allavega smá út úr því sko þegar maður sé allt í nú þarna kemur tæknibrella
Þetta finnst að þegar ég horfði aðeins á heimildamyndina svo myndina sko. Það er heimildamynd á Netflix myndina þessa mynd og Guillermo del Toro þar sagði hann þetta var svo krútlega hann sagði flesti leikstjórar setja skrifstofuna sína við hliðina á fjármáladildinni ég set mín alltaf við hliðina búninga og brelludildinni og ég bara ég svo hundi þig Það er eitthvað sem við hugsaði ég horfði myndinni ger Guillermo del Toro ekki bara einhver nördin sem við öll erum og meikaði það Jú, 100% alveg 100% svo að vera að tala litin í búningunum þá er alltaf, já, ég vil að hann sé núna í rauðu bróður hans er alltaf í grænu og sjóarinn er alltaf í bláu og það var bara svona eftir því sem líður á myndina þá breytast litirnir á Frankenstein sem sagt prófessornum og þú veist og hann verður svona meira svona með þess að verður meira svona ílska í hans litum meira rauður Jú, meira rauður, ekki? Eins og mammans var alltaf í rauðu og það var svona pælingar að þú sjá Guillermo del Toro tala þetta mjög skemmtilegt sko. bara hvert einasta smáatri er eitthvað sem hann bara spáði Þetta er samt náttúrulega hann er ekkit fyrstur sko er ekki þetta, líka því að tala um þetta Nei, ég veit þú klökkur þegar hann segist vera með skrifstofun svona utan þessu liði George Lucas, hann bara bjó bara til brelludeildina sko bara skapa hana sko Algjörlega, þetta er bara þegar ég horf aldrei á þessar heimildamindur pæli aldrei í þessu því að nú kannski ekki segja hvað heitir hún, The Cook The Wife The Thief and Her Lover eitthvað, bla bla, Helen Mirren, Michael Gambon, breskmynd þá sko, alltaf þegar Helen Mirren sko gengur milli herbergja, þá breytist liturinn á kjólum hennar sko, hún er í rauða herberginu svo fyrir hvíta og svona og yfirleitt þegar menn eru, eða fólk er að fókusa á þetta, þá er þetta allt merkingabært sko hún sem Mia Goth var þetta voru mjög flott outfit sem hún var í mjög speysaði litir sem Elizabeth hún leikur líka mömmuna Mia Goth er í 2 hlutverkum í þessari mynd sko Í alveg? Já, kid you not Wow, ég tók ekki eftir því Nei, ég mista þessu Já, það er líka, hún alltaf, mamman staltraði nú ekki lengi við Nei. En mamma sem mitt, hún deyr þegar hann er ungur og hann er svo harmislegin að hann verður obsessed af því að sigrast á dauðanum og að vera í leiðinni betri læknir en pabbi sinn sem er skítall í þessari mynd Charles Dance hann alltaf er orðin helviti góður í að sérhafa sig að leika vondu pappa Tywin Lannister Já, var þetta ekki Lannister? Jú, hann leikur alltaf sama hlutverkinu Já, seinni tíð heyrðu það, pappin er vondur Charles Dance og góður, hann er náttúrulega alltaf góður sko. En pappin er góður í bókinu sko. Þetta er Del Toro sko, hann breytir þessu, já, því að þetta er náttúrulega hans útgáð, þú líka muna það hann breytir líka bróðurnum sem var hvað í bókinu alltaf barn en verður þarna svona fullorinn og bróður ímislegt sko. Þú hefur lesið bókina, Tóti? Nei, ekki? Nei, já, hana sko íslensku þýðingu, ferlega fín bók sko en ég hef ekki lesað hana Hefur þú lesað hana? Ég las hana bara einhvern veginn þegar ég var lítil sko. Þú last hana? Þegar ég var lítil, ég get ekki sagt að í dag get ekki sagt ég muni neitt sko, ég man bara að það eru fasti punktar sem voru ekki þessari mynd þegar stelpan deyr, litla stelpan skrýmslið drepur óvart ég man ekki hvernig, hendur henni brunni Já, sko, allavega í gömlu myndin frá 31 sko, þá er skrýmslið vafarandi þarna kom út í náttúrulega og hittir hann að Maríu litla stelpu sem er bara ógeðslega góð við hann bara því að börn er ekkert mikið að burðast með fordum og gagvart sko útlítið hennin og þau setjast svona við vatn og hún hendir laufblaði eða blómi í vatni og það flýtur og hún finnst svo æðislegt að hann tekur hann og hendir henn úti sko. bara hún flýtur ekki það var þannig 31 sko. Oh my god Akkur var ég alveg vilja sjá Jacob Elordi gera þetta þessar mynd Akkur var það tekið í burt bara þú veist að gera eitthvað annað Mér er þetta fínt sko að taka það burt Hvers vegna? Þetta er svona með flæðið í myndinni virka mjög vel og málum með svona endur gerðir er að ég ofta ég fer að horfa á þér þá finnst mér svona vera fasti punktar sem ég finnst handritið þurfa svona og nú þurfum við að fara hingað af því að það var þannig í fyrirmyndinni og mér fannst myndi bara ekkert vera á leið að drepa þessa stelpu og myndin gerða bara ekki en og mér ertum koma hérna gamla kallinum mjög vel fyrir hérna blinda Vákan lék þetta vel hann Fils Fils og hérna gæði sem draf alla fókin starffjölskyldun Red Wedding hann var ekkert eðlilega góður og maður var svolítið lengi að fatta að þetta væri hann sko. En til að halda á með punkti ég fann fyrir sem meira í Nosferatu til dæmis fyrir ári því ég sá hana að í lokin sérstaklega þegar eitthvað svona nú þurfum við bara að fara til hans og drepa hann
og svona, það var einhver ein sena og ég er svona, ok, hérna er svona fasti punkturinn sem að leiða til næsta ég skilji hvað ég á við Já, algjörlega en svona þess að hann breytir ímsu og allt þjónur þetta tilgangi eins og hafa pappan vonda en það er náttúrulega að því að þeir eru uppi staði þá náttúrulega eru sko Viktor náttúrulega er bara verri manneskja heldur en pappi var sko og Einmitt. verri við sköpunarverk sitt heldur en Tywin Lannister var við Viktor litla Já, og þeir talaði það einmitt í heimildar myndinni leikari, hvað heitir aðaleikari sem leikur Viktor? Oscar Isaac Já, Oscar Isaac, hann einmitt talaði þetta svona þema og Jacob Elordi tala líka um þetta á að vera svona þetta þú veist, pappa dæmi sko. Já. Þú veist, það er að vera rosa dýft í því sko. Já, það er það alveg Já, Já, svona, samt svona basic sko já. Veist, kannski að þetta er bara Luke og Vader sko, eða you name it sko. En það er eitt sem þessi mynd gerir sem ég held að engin önnur Frankenstein mynd hafa gert Frankenstein er hot Hann heitir ekki Frankenstein Já, hérna bútasaumurinn er hot Já, skrýmslega hot Já, þetta ekki meina það? Jú. Já. Og sko það Er var þetta ekki fyrst á hot skrýmslið í Frankenstein? Jú, hann er náttúrulega kannski ekki hot en hann er alveg fallegur Jacob Elordi er ekkert eðla hot Ég veit það, og ég hafði einmitt það fyrir utan það að ég þyrfti að fara að horfa aftur á þessu sögu þá var ég áhyggjur af því að hann væri þarna þessi gullfallegi maður Ástralski leikari. Já, þetta er bara þetta er eiginlega bara besta múið hjá Del Toro er að tefla fram þessum strák þetta skrýmsli er Nei, líka bara alveg frábært hann talaði svo vel um þetta Elordi hvernig hann sagði bara Del Toro bara baðan og hann sagði bara gleymdu þú veist, þetta hljóma svo basic þegar maður segir þetta en hann sagði þetta samt bara gleymdu allir þinni tilvist skilju, vertu bara, þú veist, mér langar bara vertu bara eins og hafa aldrei upplifað neitt og bara aldrei lifa neitt og ég tók svo bara inn um mig, sagði Elordi og var bara að reyna þetta þegar hann var að taka skrýmslega þarna fyrst þegar hann var eitthvað að vakna þú veist, til lífsins og svo framvegis sko. Og svo þegar hann var hann komin í fjöruna og var eitthvað svona að reyfa sig hvað sagði hann hefði stúderað einhverjar reyfingar þú veist, hann er hann með einhverjar svona rosa svona lík svona reyfingar þú veist, hvað sagði hann stúderaði eitthvað sérstaklega til þess að ná því svona hvernig hann ímyndaði sér hvernig fólk hefur ímyndað sér að lík myndir hefur sig það var alltaf rosalega útbælt en ég finnst þetta, hönnunin og skrýmslunum er flott og hann náttúrulega fegur þessa mann sem skín í gegnum þetta gerfi og mér fannst þetta eiginlega bara eitt af sterkast af myndina sko. Og líka hann er náttúrulega mjög sympatískur og sennilega hefur líka aldrei séð jafn ósympatískan Viktor sko. Mér varst það geggja sko. Já, alveg, en hann er villanin þess að hann var svolítið skrítið hérna einhvern veginn þurfti bróðir hans að bendur á bara þú ert skrýmslið ég skrifaði henni hérna you are the monster eitthvað svona salty on the nose sko hérna Del Toro mér fannst það gott, ég þurfti að fá útskýringu Já, það er líka, ég held einmitt að Del Toro sé ekki svona einfaldur, það meir einmitt að hann þekkir sko audiensið og fólk er náttúrulega orðið svo takmarkað í dag að það þarf sennilega að negla punktin svona ég fíla myndina betur með þetta í huga sko. Við fannst þú svona vera svolítið mikið on the nose Já, þetta var full mikið að því góða sko en þetta var náttúrulega fullkomlega óþart sko. En við langaði hérna segjum skrýmsli hérna fannst ykkur, hann getur verið líkur hérna gæjunum úr Prometheus Jú, hérna engineerin í Prometheus það liggur við að Ridley Scott gæti sendt post sko og spurt hvort hann ekki að fá eitthvað sko, algjörlega og þetta sem þú segir að skrýmsli þessi sexy hann er hot hann er ekkert eðla hot svona, að velja það engineers frá Prometheus það er alveg statement en það var einn karakter sem mér langar aðeins að kvart yfir og þetta fór svolítið yfir hausinu mér kannski að þarna var ég í símanum mikið eða eitthvað svona mér finnst, sko, þessi helmingar á myndinni mér finnst, sko, að því fyrir helmingurinn er The Creator, skilju, þú veist, þessi gæi Já, hún er skipt í tvo kapla sögu Viktors og sögu skrýmslisins saga skrýmslisins miklu skemmtleri áhugaverði styttri líka Christoph Waltz sem leik Heinrich Harlander ég geti útskilt þér hann karakter fyrir mér ég skildi ekki alveg, ég var aðeins svo mikið í símanum hann var ósattur yfir einhvern sem kom í ljós hann var með syfilis, hann var með sárasótt hann var að drepast mjög vont að með sárasótt þetta er hrein viðbót frá Del Toro þessi hrein viðbót gaur er ekki hjá Mary Shelley sko.
Mér fannst það svolítið til Þóra að vera bara að skrifa útskýringu af hverju þið gátu búið til þess að af hverju bútasömmun þurfti eða af hverju þið gátu búið til þess að stóru tækni sem var með þurfti eitthvað peningamann einmitt, og þetta var svo mikið sci-fi stórt batteri turn þetta var helvíti impressive sérstaklega með tíma sögutíma einmitt en líka kannski til þess að því ég byrjaði eitthvað töða þarna við Dóru okkur tekur hann ekki bara eitt lík okkur hann að sauma þetta saman það er alltaf eitthvað ónýtt þegar þú drefst að einhverjum ástæðum sko. Og hann var náttúrulega í Christoph Waltz þá var náttúrulega bara að vera ónýtur heilinn sko. Syfilis fer náttúrulega út allt sko. En hann náttúrulega setur alltaf þessa peninga í þetta af því að hann ætlar að framlengja líf sitt en Viktor náttúrulega, það ónýtriðir heilinn ég geta bara að setja bara síktan heila í óskapnaði ég mista þessum samræðum hann vildi heilan ég var í síman það var svo boring þetta var boring hluti hvar erum við geimt í líkamanum ekki heilanum hann ætlaði að framlengja líf sitt sko hjartanum en mér fannst það líka vera svo astnalegt hann eitthvað svona allt í henni kemur stormur og Viktor bara, ok, nú gerum við þetta hljópa stað og þá hann bara eitthvað á síðustu stundu þetta er ég sem ætli líka maður bæði og Viktor bara eitthvað, what the fuck og ég bara taka heilunum þér og setja hann yfir á 5 mínútum bara þegar eldingin að koma svo leta líka þannig eins og það kemur bara aldrei þrumuveður þetta var bara eina þrumuveður bara þessari öld sko, hann var að flýta sér svo mikið en aftur líka með hann Christoph Waltz er hann ekki bara af hverju sagði hann ekki mikið fyrr eða eitthvað ég veit svo sem finna Del Toro sagði, nei ekki Del Toro heldur framleiðandinn í myndinni hann sagði, Christoph Waltz hann var svo eini sem vildi fá þetta hlutur og maður ok whatever en svo náttúrulega einn breyting sem að gerum ráð fyrir að þú hættir að vera mjög ánægð með þetta náttúrulega gerist í Sviss í bókinni sko en þannig bara fyrirvarlaust og ámskýringa er þetta fært til Edinborgar þetta voru þínar bara heimastöðir sástu Edinborg mikið í myndinu? Nei, það var bara nefnd bara. Ég var að hugsa bara hversu mikið var ég svoandi í símanum í myndinu líka þetta er sennilega ekki sama Edinborgin og þú varst að læri í sko nefnir ekkert eðlilega gömul ég var náttúrulega ég pældi ekki hvað myndin áttu sér stað ég var bara eitthvað ég var bara svona þetta er í brennandi þetta er eitthvað perióta af því að hún náttúrulega var í Sviss og náttúrulega rætur sögunar náttúrulega eru við Genfarvatn einmitt sumari sem aldrei kom 1816 hvað var málið með þessa helgaferð? Var þetta ekki helgaferð? Nei, einhver hópur? Það var aðeins lengi það sko, og ef farið í þetta fyrir mig það, hvað gerðist þannig? Sko, þetta er sumarið 1816 það voru gróðrúsáhrif og loftslag, hvað heitir þetta þarna hvað er sem allir loftslagsváin sko mengun það hafi verið eitthvað eldgos þannig að það kom ekkert sumar á Íslandi nei, á Bretlandi og rómantísku skáldin Byron og Shelley var eldgos á Bretlandi? Nei, einhver staðar eins og þú veist þegar Eyjafjallajökull sko eyðilaði alla Evrópu var það ekki Ísland? Á þessu, þarna 1816 já, getur vel verið þá getur við eignað okkur eitthvað þátt í þessu nei, sem sagt sko og það er þetta náttúrulega líka allavega mér fannst þetta mjög áberandi í þessari mynd að það, veist, þetta er sko rómantíkin er svolítið að takast á við tæknina, þetta er náttúrulega sko og hún Elisabeth eins og Mia Goth leikur hana, hún er svona einhvern veginn fulltrúi rómantísku stefnunar og svona þessar svona tengingu við náttúruna á meðan Viktor er kalt hamrað vísinda gimp sko og þetta sem er hérna 1816 þá nennir ekki Byron, Lord Byron að hanga hérna í sumrinu sem aldrei kom og vera að leita betra veðri og fer þarna til Genfarvatns og leigir þar eitthvað að villu og hann er popstjarna hann sé fyrsta popstjarnan, hann var ógeðslega frægur sko og líka alltaf að skandalisera og bra stjarna og Shelley, vinur hans, kemur hérna með sína ungu kærustu Mary, hún er 18 ára sko þegar hún fær hugmyndina Frankenstein átti ykkur því hvílíka ruglið maður og þarna með fyrir líka Dr. John Polidori sem var tillaður engalæknir Byron sem er að tala um hann að vera bara dílerinn hans
og það alltaf einhver mökkur, þannig að þau þurfa svo mikið að hanga bara inni og fara fara að stytta sér stundum með að lesa þýskar draugasögur eða franska draugasögur þýsku, ég man ekki hvort það var og þá var Byron svo frábær hugmynd, okkur skrifu ekki öll bara eitthvað hrylling sko. Og Mary Shelley hún fer að pæla og fær martröð og sem sagt byrjar á Frankenstein eða sagt, hún heitir Frankenstein eða hinn nýji Prometheus gæinn sem stal eldinum frá grísku guðunum sko. Og það ekki gott að vera storka guðunum sko. Nei. Og svo hana fíblið Polidori, hann skrifar stuttasögu sem heitir The Vampire og í rauninni fyrsta vampíru svona bókmentin og þar einhver vampíra sem heitir Lord Ruthven og greinilega byggður á Lord Byron sem var Mad, Bad and Dangerous to Know og lengi talið að Byron hefði skrifað þetta. Þannig að þetta sumar þá verða til þessi tveir frændur, Frankenstein og vísirinn á Dracula. Já. Hvenær verður svo Dracula til? Það eitthvað rétt fyrir aldamótin. Stókir var ekki bara 1899. Hann svona, já. En þarna alveg greinlegt að áður en að Polidori púlar þetta stöð þá var vampíran bara ógeðslegt svona slímut, skítut, skrimsli þarna verður hún aðalsmaður í fínum fötum og hann að Þetta ótrúlegt, bara ein helgaferð Ekkert helgaferð, það voru þarna yfir sumar Ein sumarferð Já, Þetta ótrúlegt Já, líka mér svona svo magna sko, sennilega voru það nú heldur bara klárar stelpunar á þessum árum sko, eða 18 ára og hún kemur út sko 2 árum seinna En þú veist, erum við að tala í dag ef svona myndi gerast svona ferð, það myndi engin það færi bara allir í snjallsíman eða ef við taka hérna nokkuð móti í Rocket League í PlayStation eða eitthvað, það bara það myndi ekkert gerast, það engin sköpun í dag kannski myndi einhver gera bara einhver legendary TikTok-vídeó sem að breyta heiminum eða ég meina, hver veit, kannski verður hérna Weapons og Sinners endurgerð eftir svona 20 ára aftur á svipuðu tímabili Nornir og vampína komið saman en það sem ég finnst svo ótrúlega við hérna Frankenstein þetta er frá 1818 þetta er skrifað konu og þetta fjallar bara eitthvað ógeð að bara eitthvað grafi blík og púsla henn saman aftur ég höfst nú mér, það var 1818 þá var þau bara eitthvað líða yfir þau að hugsa þetta eða er ég hérna Nei, algjörlega, ég bara já, Mary Shelley er náttúrulega helviti merkileg og mammenar var nú legendary hún var ekki búið að finna feminisman en hún var rosalega kvenréttindakona og hún dó nú þegar hún var lítil sko og pappina líka var mjög þekktur maður og svona leifði henni svona ólsvöld upp í henni svona anarkistan sko, leiði henni vera svolítið svona bara frjáls en svo fór hann í fíl út í hana held ég þegar hún fór að hanga með Shelley þannig að þessi tókstrita milli feðgarna í Frankenstein það er nánast víst að þannig hún aðeins að kannski að díla við að pappi hafi farið í fíl út í hana sko. Já, það með ekki sens þegar þú segir það en já, þetta er allt bara mjög geggjað sko. Og svo best að halda í laga það verður gerð 2 myndir sem að má kíkja á þetta Gothic frá 86 og Haunted Summer frá 88 Gabriel Byrne leikur Byron í Gothic og Julian Sands sem týndist nú hérna upp á fjöllum og dó í fyrra hann leik Shelley og Natasha Richardson leik Mary Shelley hún var konunars Liam Neeson dó og svo engin annar en Timothy Spall sem leik Dr. Polidori þannig að hann búin að vera lengi að sko, sá mætilegari Já, ég, sko, heilt yfir var ég bara frekar annars bara ánægði með þessa mynd ekki kannski mikið út á hann að setja annað heldur en bara, þessi karakter Christopher Waltz Já, hann truflaði Já, ég tengdi ekki alveg við hann og fannst hann smá Ég fannst líka að Viktor hafi orðið ástfangin af þessari gælum Elizabeth Já, Elizabeth Mér fannst að vera ég svona ok þegar það byrjaði að gera þá var ég svona ég nenni ekki þessu líka, það er eitthvað sko skekkja því að þau voru sko kærustupar í bókinni og ég öllum myndum þetta er eitthvað svona, þannig hún eitthvað að fara að giftast bróðurnum og þetta var eitthvað svona það var rosa breyting weird twist sko og hann endur á að skjóta hana
Já, og það náttúrulega hún sér þarna eitthvað fegur í óskapnanum, þessi Elisabeth og já, hann Viktor skýtur hana og en sko henni bauð náttúrulega við skrímslinu í heldur frumtextanum og í mitt sko Robert De Niro drepur hana mjög suppulega í branagmynd rífur henni hjarta og glennir það sláandi í lóanum framan í Viktor og svo hrindir hann dettur og kviknar í hárin á henni og En þessi Elisabeth í þessari mynd bara bregst við í hvernig er að sjá Jacob Elordi í fáumklæðum Já, hún bregst bara við eins og venlega manneska myndi bregst við í að sjá Jacob Elordi Svo hann væri með nokkra skurði hérna en annars var hún alltaf líka ég veit ekki, Óskar Isaac ekkert kannski akkurat maðurinn til þess að leika hann sko hann ekki, þurfum við ekki að fara að setja eitthvað spurningaverki við hann, minnst hann bara alltaf eins hann alltaf eins hann hefur eitthvað hæfileika í rauninni til að leika ég er bara að henda þessu fram Mér finnst karatinn sko skemmtilegur að því hann var svo vill fáiði sko Já, algjörlega, og mjög skemmtilegt sko fyrst á Viktor sko en það hefur kannski verið hægt að finna annan leikar til þess að gera þetta ekki betur sko Já, ég hugsa það saman Ég hefur til að fá það besta við myndina Ég veit hver hefur þetta að fá tröstið í þessa mynd Hver? Hayden Christensen Anakin Hvað með hérna Glenn Powell? Hvað með Glenn Powell? Það ekki öllu núna Sidney Sweeney getur leikið Elisabeth En hann er kannski, hann er nú sennilega ekki með mikla breytin Þetta var samt ekki þess að það væri Poe Dameron hann á Star Wars að vera trilltur í ykkur meklamanni sko. They fly now Og svo alltaf Mia Goth er alltaf það er eitthvað stórmerkilegt við þá konu sko Já, fílar hana Já, það er brókslega klár manneska held ég en svona líka óvenjulega fallega eða ekki svona conventionally fallega Hún er 93 model eins og ég og Stefán Já Hver er þessi Mia Goth? Ég veit ekkert Hún var hérna í þríleiknum hérna Pearl og Maxine og XXX og þar er hún sko þarna var sko með Ortega Jenna Ortega Nei, þetta er hún Já Þetta er hún er mjög Nú rótur þetta sín okkur myndir að Google Heyrðu, ég er nú með eitt red flag hérna Ég er með eitt red flag Hún er gift Shia LaBeouf Nei Jú Er það eitthvað red flag? Hún giftist svona 2016 okay. Shia LaBeouf Þólum hann ekki sjá Nú, ég held að þetta er svo skemmtilegur Hann er svo gaman Finnst það? Segðu við Hann er alltaf mjög leiðilegur í öllum myndum sem hann byrst í Nei, ég finnst bara hann var eitthvað Mér finnst það bara vera galinn eftir Transformers Já, hann var bilar eftir Transformers Ekki Störpju Hann var nú flottur í síu hérna læginu Það muni ekki tónlistamindbandina sem hann dansa og það er í ykkur búri og eitthvað En hérna, já, ég hef ekki sé X, ekki sé Maxine og ekki sé Pearl Þetta er eitthvað þríleikur Ekki sé neitt að þessu Hryllingsþríleikur, sko, alltaf svona sama personan á mismætti tímaskeiðum og hún, sko, tekur mér virkan þátt í handritsgerðinu og skrifunum í kringum hennar þríleik þannig að það er heilmikið hennar spunnið en já, svo náttúrulega var Charles Dance helviti góður og ég fannst alveg geggja að fá Lars Mikkelsen þarna sem skipstjóri algjörlega, ég sammála því og frábært að hafa þetta á dönsku Danni voru uppáldið mitt sko. Já, ekki Mér fannst í lókmyndar þá skrifaði ég kafteinninn Mér fannst hann hafa lært mest í myndinni Já, Er það gott að hann hafi lært mest? Já, ég meina það allavega fyrir áhöfnuna það þurfti ekki að sigla lengra inn í ísin Ég grét næstu þegar skrimslið Jacob Elordi hjálpaði skipinu Ég sko Það var fallegt, já, ítti skipinu Ég hugsaði bara snjóskaplana já, það eru svona til ennþá einhverju sem að íta þeim sem eru fastir í Ég held í svona sekundubrót að hann ætlaði að sökva skipinu Já, það hefði verið meira svona hann alltaf var svo reiður en var líka svona, það er einhver meiri hlýja og svona í þessari mynd heldur en kannski frumtextunum og öðrum Frankenstein-myndum að því að hann er sko það verður ekki öll skrimsli til í myrkri sko. Stundum er það bara myrkri sem að gera þau að skrimslum sko. Hann er alltaf bara vanrækt barn sko. Hefur ekki, eins og Guillermo del Toro fekk náttúrulega Óskarna fyrir Shape of Water Er það ekki bara sama myndina? Er það ekki eiginlega svona eitthvað vatnaskrimsli sem er eiginlega bara Frankenstein? Já Er það ekki bara svona sjávar Frankenstein? Og það er kannski eitthvað samfell en allavega eins og sem er eitthvað fiskur Þú nefndir hann er sko þráð að gera þessa myndi alltaf sko. Hann sá Boris Karloff í gömlu myndinni 71 Ég fætti 71 þannig hann er bara búin að vera að bíða eftir þessu sko.
og bara gerir þetta vel, en svo myndir tökum sko það sem hann hefur gert þá hvað? Hann átti náttúrulega að gera Hobbitan. Hann hefði kannski getað gert það betur en þegar Peter Jackson. Ég heyrði alltaf að þegar hann fari over budget með Hobbitan sko. Aha. Að það þú veist, hann vildi hafa raunverulega sett og eitthvað og þegar stúdíó hafði bara eitthvað greipið inn og bara, neip, CGI Sko 2022 þá gerir hann sitt take á Gosa. Hvað Gosi annað en þú veist maður sem að býr til strák? Var það ekki Netflix-mynd líka? Jú, var það ekki? Var það ekki Netflix-mynd líka? En það Disney á Pinocchio. Nei, Disney á náttúrulega ekki Pinocchio. Nei. Þetta var eitthvað svona myrkari, það komið 2 Pinocchio það árið, það var Disney og þessi. Var það ekki? Jú, það rétt. Var ekki Tom Hanks kallinn í hinni? Jakob. Svo 2021 þá ger hann endurger hann gamla normynd þetta Nightmare Alley. Sáðu hana? Já, bara drasl. Það var alveg ógeðslega léleg og leiðileg mynd. Og það var líka hann, ég þóla hann ekki sem að, hvað heitir hann? Bradley Cooper. Já, Bradley Cooper. Ég er sammála, ég er mjög glad þessu sammála mér. Sýndir Bradley Cooper góð sem Rocket í Avengers Endgame. Svo mynd var líka sko 3 tímar sko. Og ég var að deyja í lokin sko. Þau með svona svindlara og sirkus og eitthvað. Og þetta endurgerð á noir-mynd sko. Ég er náttúrulega mikið til film noir-maður, ég held að mér væri svona nokkurn veginn óhætt sko. En þetta var alveg bara, þetta var þjáning sko. Hrikalegt. En svo Shape of Water 2017 og þá fekk hann Óskar góð mynd, Kolla Bergþórs guðmóðir þáttarins segir að hún sé frábær. Já, ég sá bara held ég að sé hana, ég bara alveg búin að glemma henni, það var bara eitthvað skrimsli og eitthvað kona og þau eru ástfangin Svo Crimson Peak og Pacific Rim sem var nú bara eitthvað svona, var það ekki bara eitthvað tölvuleikur Pacific Rim var nú alveg skemmtileg Þetta alveg sko Crimson Peak, maður stóðum skemmtilega líka það var hérna Tom Hiddleston og einhver svona morðgátu í einhverju húsi Já, það Crimson Peak Mér stóðum skemmtilega Pacific Rim var bara einhver svona blockbuster upp og þurr allt í fyrir bara eitthvað það hliðaskref Mér stóðum geggjum eins heimskuleg hún er ein fyrir stúdíóið og svo Pan's Labyrinth sem var náttúrulega helviti flott sko. Það er svona eiginlega hans fræðastmynd og svona sýnir náttúrulega hvað hann hefur sterkt tök á einmitt svona ævintýra heimi og þetta er náttúrulega eitthvað svona ævintýra heimi sem hann býr til í kringum Frankenstein En Pan's Labyrinth er náttúrulega hans svona homage til hérna, hann er frá Mexiko til hérna töfra realismans sem kemur þaðan sem er okkur alltaf svolítið framandi hérna og það leikst yfir Louis Buñuel sem voru að gera þetta undan honum sko. Með þetta fallegt að hann var feta svona í þeirra fótspor með gera með skrimslum og svo náttúrulega Hellboy og Hellboy 2 og er ekki skrimsli einhvers konar Hellboy Jú, það er svo mikið skrimslum í Hellboy sko. og svo náttúrulega Blade 2 2002, það er nú helviti gott að hafa það hann gerir Blade 2 holy shit hann hefur gert alls konar sko. en það er svona, það er eitthvað þráður svona, Gosi, Frankenstein, Hellboy og svona, einhvern veginn svona eitthvað líka, þetta er eitthvað sem passar ekki inn algjörlega á skjön Hellboy er náttúrulega einhvern veginn alltaf að saga sér hotnin sko, fyttar illinn í samfélagi sko. En Hellboy er smá svona gothic sko. já, og myndasögurnar og alveg híklust sem að passa náttúrulega sjúklega vel við aftur hérna nýja Frankie Frankie og svo er náttúrulega eitt ég var náttúrulega við eftir að kæmi, það kom ekki gefðu okkur hérna hljóðdæmi Þetta var í 31 myndinni It's Alive og gefðu okkur svo Kenneth Branagh It's alive. Það var bara ekkert It's Alive í þessari mynd. Mér finnst það bara góð, þú fyrstum ekki að halda. Bara, nei, alls ekki. Hann er margt hendi It's Alive. Það er svona punktur sem ég hef svona, nú þarf hann að segja It's Alive. Það verður að segja It's Alive. Já. Annars er það ekki Frankenstein endurgerð. Og það er líka náttúrulega þessi fyrsta, eða frá 31 er rosalega svona ólík sko frumtekstan líka og þar náttúrulega kemur bara þessi mad scientist sem er svo búið að vera náttúrulega út alltaf í bíómyndunum sko snarbilaðir alveg bara
einmitt tekið Back to the Future og þar var líka Rick and Morty þar var líka komin hann inn sem hún held ég hvergi hjá Mary Shelley heldur Kriplingurinn aðstoðamaður Já, hvar var Ígor? Akkur var engin Ígor? Ígor minn, ég man eftir þessu Anders Andar alltaf Frankenstein, alltaf Ígor það var alltaf ykkur Ígor Ég horfði hérna á Van Helsing nýlega Já, með Hugh Jackman Ígor frábæri hann svo Var það svona krippugæði? Hvar var krippugæði? Það mín helsta gagn ég ánægður að við tölum og hann hérna í myndinu frá 31, en mann heitir ekki Ígor ég veit ekki hvernig hann varð Ígor sko. og þetta er náttúrulega Marty Feldman með augun í Young Frankenstein, þetta er lykil persóna Ef ég myndi fá að gera eina breytingu á þessari mynd hjá Guillermo del Toro ég hef breytt Christopher Waltz í kriplingin hann hefði svona orðið að kripling við að vera alltaf að hjálpa honum, hann hefði átt peningana og svo verið komið með einhverja krippu og svo hefði allt þetta gert sem að gera svo millir svo hefði hann dáið hefði maður ekki bara sleppt í að skrifa inn þetta love drama og bara látið pappan skilja eftir hellinga pening fyrir þig, eða ekki skafa það hefur verið svona lógískara sko. spreða föðurarunum I have money og svo er Viktor að spreða þessu föðurarunum og meðan litli bróður bara eitthvað svangur og áginn eitt og hann, hei, ég þurfum að búið til líf það hefur svona fyrst með já, hljóma vel sko en nú ég er ekki handurshöndur og þau vitur Nei, en þú hefur skrifað handrit Nei, ekki að það viti sko Nei En hérna, sem langar að segja sem ég fílaði við myndina og sem passaður svo mikið við hérna stílnar Del Toro er að ef þú gerir Frankenstein mynd, það finnst mér nú þurfa að vera líkamleg við sjáum, þú veist, þegar hann er að skera og saga og púsla saman og þegar hann er að velja líkin og líka þú veist, þegar það er ofbeldi, mér finnst það svo mikið í Del Toro að þegar það kemur ofbeldi þá er það svona svolítið upp úr þurru og ógeðslega gróft og mér finnst það passa sjúklega vel við þessa mynd og það var einmitt svolítið gamla þetta er svona gottnesk hryllingsmynd og með romantísku tvisti en svo er þetta body horror alveg bara Einmitt. og bara hinn bara gómsætasti body horror gott að finna fyrir því sko ég sáttu með það hvað meira skrifaði ég Ég er náttúrulega kem aldrei með eina punkta í þennan hátt Já, ég er helviti ánægð með þetta er búið að vera góð yfirferð hér við erum ekki alveg búinir sko hvað skrifaður meira? Ég skrifaði meira það sem getur bent meira á hérna er svona, hvað það var ekki subtle, það er svona on the nose myndin byrjar á hérna hann kemur í hérna skipið til Danana hvað gæði er þetta? I made him og maður eitthvað svona, er það? Ég var ekki viss og það sem ég svo var það eins og það er hérna áðan You are the monster það sem ég truflaði mig og það var með hérna litirnir fallegir en smá svona on the nose það er rauða hérna fyrsta skoti sem við sjáum af honum og mömmans það er hún bara í rauðum kjól sem fer svona út yfir allt, svona yfir hausum er þess að ég hugsaði bara, mamman er að fara að deyja það er fyrsta sem ég hugsaði svo líka sko, þetta var allt mjög flott sko, líka þarna í þessum kastalega turni sem var nú eins og bara hjá Saruman eða eitthvað þarna, sem hann var að vinni þess að eitthvað svona risastór veggstitta af Medúsu eitt skrýmsli sem að fór nú gegn Guðunum að þennu andlitið af veggnum já ég pæli hvað það var og svo var þetta svolítið svona mikið steampunka sko versus Nosferatu hjá Egger sem eru náttúrulega svo Dóra kallar sko söguleg nákvæmni sko það er miklu meira það er einhver briljans í Nosferatu þetta er meira svona eitthvað þetta ásir engar stað í raunveruleikanum á þessum tíma sko þetta er svolítið íkt og steampunka en alveg mjög smart uppáldið mitt var hvernig hann reddaði sér með gæðan, já og svo bara drap skrimsli bara drap hann er bara mér er það geðveik redding við varum líka geðveik gaman þegar hann hoppaði feta niður eftir og liftur upp líkinu og maður sé bara svona heilan og stend hann bara brotnaði bara sundur þetta þurfti alls ekki að vera svona gróft nei, það er mér, þetta er svona óskapnaðurinn er svona the perfect fall guy bara alltaf
Já, hann draf hana Þetta er ræðilega skrýmsli. Ég hef líka gaman að hérna Dark Angel, hann að rauða engum Já, það var nett. Sýninni sem hann, já. Sem kom svona endur tekið það ekki. Já, ég vinda mér að það hef ekki verið í bókinni. Nei, ég held ekki. Ég held að það er svona 100% ekki. Hvað fannst ykkur hérna hárið hans Frankenstein þegar það var að vaksa? Geðveikt. Skrimslis. Já, það er svolítið gott að þá var það náttúrulega ennþá sætari. Já, það var ekkert Shit, hvað hann var myndalegur hann kom með þetta fárlega fallega Fabio hár. Þetta er bara kynþokkur fylgsta skrimsli sem ég sé. Já, og líka Fabio hár. Augun, sko, það er svo mikil einhvern veginn sorg og harmur í þessum augum. Hann er líka, ef þið hafið séð Jacob Emmett, það er rétt þér. Augsvipurinn líka bara. Þú veist, ekki bara augun heldur augsvipurinn. Hann er með svona hundaaugu, svona kolpaaugu. Ég bældi ekki til því. Mér er alltaf eitt auga var með svona eitthvað appisnugulti. Já, það var svona hérna Anakin auga. Það var í myrkri og var reiður, þá bara kom alltaf svona eitt svona veitir auga. Já. En svo náttúrulega er þetta, þetta er náttúrulega sprettur upp úr rómantíkinu og ég var ég er mikill Byron maður og sko, það kemur kvót í Byron á undan kreditlistanum sko. And thus the heart will break yet brokenly live on. Mjög töf sko. Var þetta kvót í hann? Lord Byron. Okay, sem er náttúrulega aðal gæinn sko. Og svo sko hann mölbrýtur á sér fótinn kom gerfifót hann Viktor. Mér fannst það cool líka. Mjög töf sko. Og hann haltraði ekki hjá Mary Shelley sko. Og ég held að hjá Del Toro þetta sé mjög útpælt sko, þetta sé vísun í Byron og þegar Byron fættist með klumpufót sko, dró alltaf svona skakkan fót sko, alltaf svona mjög, þetta er fullt af svona litlum nuggets sko. Já, finnst það góð. Þetta ætla að segja með hári hérna, mér fannst gaman að fá þetta detail því að maður er aldrei pælt í sáður, eitthvað hann er bara allt í hennu komið með hár. Já, einmitt. Þegar hann var raka á honum hári, hann var hjálp honum að klippa hári. Mér fannst það að vera svo óþægilegt. Maður sér sauman á hausnum og hann er eitthvað svona rakvel í þeim. Mér fannst það alveg helviti, einmitt, allt vel gert og líka hann var bara say something else. Já, alveg rosalega svona lítil þolinmæði og tolerans fyrir að leifa sköpunarverkinu, barninu að fara þroskast á eðlilegum hraða. Þú veist, þú ert í kastala í mánu með þessum gæja og hann segir bara nafnið aftur og aftur. Þú getur ekki haft samtal við neitt nafn. Verður maður ekki bara brjálaður? Ég meina, ég held að skrimslega hafi verið in the right sko. Skrimslega var klálega in the right? Já, þarna sko, alveg sko. Og þetta skrimslega var helviti góður. Ég var til að sjá bara Frankenstein 2 sko. Já, hvað er nú var ekki næst? Þetta er örgulega fengið það. Það sem það sko, þá þegar ég var að tala þessa tökku sko, að hún er fyrst kvikmynduð 1910 12 til 16 mínútur í 115 ár síðan í Edison Studios og svo 31 sem er náttúrulega talin meistaraverk og allt það sko, þá í byrjunni þá kemur sko from the novel by Mrs. Percy B. Shelley. Feðraveldi alveg bara á yfirsnúningi sko, það er bara þetta er bara eiginkona Percy Shelley. Það er ekkert Mary Shelley sko. Og þá líka heitir hann Henry Frankenstein og það er annar Viktor sko sem er svona eins og svolítið ígildi bróðurins eða eitthvað svona skynsamsmanns sem er að hjálpa Elisabethu sko. Ég bara hef ekki komist yfir að sé engin Ígor sko. Nei. Bara jálega sko. Og svo talandum sko framhald, svo kom 1935 þá kom Bride of Frankenstein og þá er sko Mary Shelley og Byron og Percy Shelley orðin personur í halvunni. Já, það sem að Mary Shelley upplýsi það að personurnar í myndinni hinni hafi lifað af og það er farið í það að búa til maka handa óskapnaðum sko. Wow. Þetta er íkonist dæmi. Þessi mynd hefði getað verið svo miklu verri með hvað fylgir þessu miklu ábyrgð það gera Frankenstein mynd. Já, þetta er náttúrulega opbóðslega, þetta er þungi í þessu sko, þetta er brekka. Einmitt, við erum með Frankenstein mynd sko. Já, og svo bara, ég ætla bara aðeins að skauta þetta, svo náttúrulega kom Abbott and Costello og Meet Frankenstein 1948, ég sá það eins og það eru svona grínkallar svarkvítir. Já, ok. Heyrðu, svo Viktor Frankenstein frá 2015, þar sem að Daniel Radcliffe leikur Igor
og 2015 2015, það er alltaf verið að gera Frankenstein. Það er alltaf verið að gera Frankenstein. Já, og James McAvoy leikur Frankenstein. Ég held þetta væri í alveg einhver tíðindi. Og þá hún sko sögð frá sjónarhorni Ígors. Þú verður nú eiginlega að finna þessa mynd. Já, halló. Þetta er svo Renfield. Já. 2004 kom sjónvarsmynd Frankenstein önnur 2015, þar sem að Carrie Ann Moss leikur Elisabeth. Og Frankenstein frá 1984 líka sjónvarsmynd, Carrie Fisher leikur Elisabeth. Nei. Jú. Wow. Og svo ég myndi nú gefa mikið fyrir að komast í þessa mynd. Það er Bikini Frankenstein frá 2010. Beint á vídeo. Beint á vídeo, trúi. Sannfærð að meðal kallmaður get ekki þekkt munin á lifandi konu og líki, skapar Dr. Frankenstein Undead Sex Kitten sem heitir Eve. Svo 2015 þá kom eitthvað Frankenstein vs. The Mummy. Frankenstein vs. The Mummy. Jésu, var Tom Cruise í henni? Gott ekki. Og 1998 Lust for Frankenstein. Moira Frankenstein, the granddaughter of noted mad scientist Dr. Frankenstein, has become obsessed with the work of her ancestor and she decides to pick up the family business where he left off. Jesus. Þetta er rosalega Við erum að tala um að það eru svona -5, þú veist, það eru innan við 5 ári að næsta Frankenstein myndi að gera. Já, kannski er bara þetta nógu gott lesa að það kemur einhver endapunktur, en ég bara ítrekk aftur að þetta að horfa á þessa mynd, þetta vekur alveg upp svona löngun eftir að horfa á fleiri Frankenstein myndir. Já. Og ég mæli með fólk setja þá bara Young Frankenstein þessi mynd 1973 bara efst á listan. Þessi mynd hefði átt að heita Hot Frankenstein. Það er mjög sko. Ég get alveg íundað mér þú veist að stúdíu eins og Asylum sem gera Sharknado að þau séu bara eitthvað Franknado næsta ári. Það er 2015 að Harry Potter hafi leikið Ígor, þetta er náttúrulega stórkostlegt. Hvernig gat þetta að fara fram hjá mér? Já, Daniel Radcliffe, hann hefur verkinn hans var ekki mikla athygli. Nei, hann er samt bara að gera sitt þeng núna. Hvað heit myndina sem hann með byssur fasta við henduna? Ég veit, akkurat. Það prumpandi líki Swiss Army Man, ég sá hann aldrei, langar ekki að sjá hana. Mér finnst það gott stöf sem Já, hann er bold. Já. Herru, 1 klukkutíma og 10 mínútur 70 minutes. Já. Ég get haldið áfram sko, ef þið viljið slúta þá getur við slúta sko. Ertu búin að koma öllum helstu punktum á listan? Sko, Oddur, hann er með hann skrifa blað, ég er með 14 síður í vörð í iPadinu. Ég er með síman. Ég var að googla. Nei, ég langaði að tala, ég veit ekki, langaði að vita hvað ykkur fannst upp rauða litin á Viktor, af því að hann var alltaf svona þú ert að tala um tótið á hann með tengsli milli dauða og lífs byrtist í, þú veist, hann er sci-fi og Elisabeth er lífið. Já, og náttúran. Náttúra á móti líf, já. Og er þetta ekki líka eitthvað svona spurninga, þú veist, hann var svo fókusur á dauðan, sko. Já. Dauða og lífsjafvel, sko. Í stæðin fyrir, og mér alltaf eftir, nú er ég bara svona að ég er ekki svona með punkt, sko, ég er bara að tala randa, þú veist, til þessi podcast að þú veist hvernig rauði liturinn sem var á honum var alltaf meiri og minni eftir ákveðnum aðstæðum, ég pældi ekki alveg nákvæmlega í aðstæðum eins og þú veist, en ég tók eftir þegar hann var að vinna mikið, þá var hann mikið með rauða hanska sko. Já, einmitt, og voru svolítið spes og þegar hann vaknar, þegar skrímsli kemur og vekur hann, þá var hann í svona rauðri sæng sko, svona, eða svona bara þakin á rauð, er þetta eitthvað svona ég veit ekki, rautt er eitthvað tákmynd fyrir dauðan eða líf eða eitthvað þannig sko. Það er eitthvað þannig pæling sko. Það er eitthvað sem ég pældi en ég pældi ekki til enda þannig að þetta var bara ég held að sé 100% það er talað mikið litina í heimildamyndinni sko. Og líka það er bara úthugsa hvert og eitt einasta dæmi sko. Ég meina Shape of Water var svipa lýsingu, bara þú veist ógeðslega mikið af þú veist svona definitive þegar þú veist, fyrir vísindamenn fyrir heimalífið, fyrir á bryggju og eitthvað svona þannig, þetta er alltaf grænt, gult, blátt. En líka sko talandi um þetta líf og dauða sko, hvað er þetta með reyna? Þú veist, hann er eitthvað sigrast á dauðanum og hvað, með því að sauma saman eitthvað lík og veist,
og hvað? Já, ég viðurkenni það, ég var svolítið í liði með gömlu körlum í fyrsta atriðinu með akademíunni Já, með akademíunni þegar hann var með lík hana. Já, ég glæður að minnst á það atrið, mér varst það geðvikt Það var ógeðslega og líka Þetta minnst á það, sko hann var helviti flott Já. það var líka svo geggjað að þar var hann Ralph Innesson, Eggers leikarin sem er alltaf hjá Eggers Já, hérna í With the Witch djúbrataði hérna sem var einmitt líka í Nosferatu Já. Tenging, er þetta kannski universe eða multiverse sami heimur þetta er sami heimur ef að hringja í Arnar Tómas og spyrja hann hvort þetta sé N1 Cinematic Universe Herru, er það kannski næsta? Frankenstein versus Nosferatu? já, getur við svo Ég sé þetta Hvað alveg er það, A24 með á móti hérna Netflix eitthvað en svona hann heilt yfir þá er bara almenn ánægja með þessa mynd Þetta er góð mynd Þetta kemur mjög óvart Auðvitað, mér finnst alveg freistandi að hendi hérna gamla góðu gagnrýna innihaldslausu gagnrýna oft Mætti vera styttri Já, Þú veist Er ekki hægt að slæsa hann um klukkutíma? Velti fyrir mér Nei, ég er nefnilega, mér fannst náttúrulega skemmtileg Sérstaklega seinni hluti með skrimslin og geðugur mér fannst ég ekki finna mikið fyrir lengdinni þó svo ég hafi verið, þú veist til að bæna í hann, sko Já, mér finnst að ala í fyrir hlutunum Allt þetta með Christopher Waltz svona, bara mátti sleppa honum, sko Mér langar líka að segja hérna, sorry í lokin, svona fyrir the third act, árunum það byrja, sko þá hérna eru þau hérna brúðkaupsdagurinn hjá þeim Skrýmsli mætir og Red Wedding og hérna Viktor skýtur hana Elisabeth og segir Skrýmsli rest á hana mér fannst, svo lappar hann bara út með lík konur bara fara að gifta sig og veist, fólk rest á Skrýmsli til að byrja með en svo bara hættu allir ég var smá svona allir bara að leifa þessu bara að gerast hann bara lappar út og geðveikt falleg sena samt lýsingir þarna og sviðsmyndin allt var bara oh my god en ég hugsaði að hann bara eitthvað smá döm sko að hann bara lappi út með líki Elitan var bara alveg slegin út á læginu ég veit ekki, hefði maður ekki búist við að einhver myndi bara halda áfram allavega ég veit er ég að vera leiður á nitpicka hérna? Nei, alls ekki, við gerum þetta oft nitpickum oft, maður er oft svona einstakandri tilgangurinn helga meðalið eins og þeir falleg sena, þá bara verða bara persónuleikendur að hegða sér í samræmi við það en svo varst með sko beint eftir það að vera bara svona allt í hennu komin út í náttúruna og út í helli einhvern veginn og mér fannst þess að Viktor hafi fengið að rekja blóðið hennar Elisabetar í svona 20 kílómetra eða eitthvað Já, og líka sko þá er hún ekki ennþá dáin sko og svo hún er ekki ennþá dáin og gefst einhvern veginn rárum til þess að halda eina svona ræðu þar sem er verið að einhvern veginn að fóðra okkur með teskeið sko skilur ekki og líka var þetta ekki nótt þegar hún var drepin Jú, eða kvöld sko, ok, eða kvöld, þá komið dagur sko næstu senu það er búin að vera allan nóttina það er svo fallegt, bæta þess við Greyju Elisabeth ég hafði svona tilfinninguna við erum svolítið ákvæðir þannig að ég fann einn neikvæðan dóm Facebook-hóknum Komoda Caligari sem er helviti góð Facebook-grúpa þar er Arngrímur Vídalín hann bara fer svolítið þvert á stemmaran í hópnum þar sem fólk er almennt voðalega kátt sko þetta er alveg langt hann þarf 2 kommentahólf fyrir þetta sko en hann er til dæmis sko segir hann að hjarta á sálinni Viktori það sem drífur hann áfram í leit sinni að sigri yfir döðunum er engu gerð það er nánast eins og hann vilji bara sanna að hann geti verið merkilegri vísindamaður en ofbeldisfullur faðir hans og þannig gengur hann fram á hroka stöðugt á gufin úr tankinum og fær alla upp á móti sér jafnvel þótt hann sé með sýnilega magnaðar hugmyndir Viktor Frankenstein er óþolandi fáviti sem sagt sem hann er ekki í bókinni ekki frekar en faðir hans er Dr. Tywin Lannister ok, við erum alveg sáttir við að fá hann sem fávitan sem hann er sko. og svo kemur Óskar Isaac er óþolandi einvíður leikari sem er meira áhuga á því að áhorfendur dáist að sér en að gæða persónu sína lífi og að því leiti hentar hann prýðilegi hlutverk þess að tilgangslegs og ósjármannandi Viktor þetta er alveg punktur Þetta er, ég er sammála þessu reyndar Óskar Isaac, ég er ekkit orðin þreytt hann leikur alltaf eins Já, mér finnst þess að mann hefur breykt að vera sagt að hann væri frábær leikari eftir Coen myndina Inside Llewellyn Davis eða eitthvað sko Líka Ex Machina Já, líka það, sko, robotadans eitthvað einmitt
En svo hann alveg í takt við Odd sko. Skrýmsli fallega gert, leikjaðinum fjallmyndalega og góðlega ástrala Jacob Elordi sem leikur betur með augunum en Isaac getur gert með öllum sínum öskrum og gestikulasjónum. Það rétt sko. Jacob Elordi eiginlega á þessa mynd sko. Það pæli. Já. Hann og Lars Mikkelsen. Ja, Lars Mikkelsen var mjög blöð sko. Hvad siger du? De en monster. De kommer. Hvernig danski reymurinn góður Ég veit það De monster, de Frankenstein monster, de kommer. Það þýskur reymur, Ég haldi áfram meira sko. Det kommer nú, det kommer. Þetta gott útvarp Frankenstein monster, det kommer. Og svo víkur hann að þarna bróðurnum. Þessi mynd aftur á móti sýnir okkur litla bróður Viktors með hallærslega álímda gerfibart að segja honum að það sé hann sem sé skrýmslið. Kemur punktur. Af því árið 2025 má ekki treysta áhorfendum til að draga í náleitanir, jafnvel þótt sagan sé rúmlega 200 ára og augljóst síðan þá að nákvæmlega það var boðskapurinn allan tíma. Þetta hann mátt aðtöðan Guillermo. Þetta ekki líka sem við talaðum með þetta er símadæmi sko. Það eru fólk sem búið að vera í síman. Já, ok. Og það lítur ofta niður í síman. Hann er skrimsli. Það pointi, já, ok. Svo klikkar hann hérna út ekki sko. Myndin er ekki léleg, en hún er leiðileg og ég skil ekki til hvers hún var gerð. Endurinn á myndin er eitt allra leiðilegasta sem ég séð áratugum saman eins og eitthvað sem Kevin Costner hefði gert á Dansar við úlfaskeiðinu sínu. Þetta er alveg góð. Var það ekki skipið það? Skipið? Já. En ekki að tala senuna sem að skrýmsli fyrirgefurnum eða eitthvað. Já, sem ég held ég samt náttúrulega bara alveg kannski drastisk breyting en það þessu held ég að sagt það einhvern meiri sko, það einhver meiri von í þessari mynd og svo bókin var mjög kalt allt saman en þarna svona verið að hamra aðeins gildi fyrirgefningar þú getur fyrirgefið sko. Ég meina skrýmsli labba bókstaflega í átta sólsetinu sko. Fallegt en það líka þú getur ekki dáið á hverju getur ekki bara drullast þess að lifa já, góða punktur fyrirgefið sko. Einmitt en það er alveg gott sko. Og svo ég las nú samt sko loka síðustu blaðsíðuna í þessari frábæri þýðingu heldur Böðvar Guðmundssonar sem að JPF gaf út fyrir nokkrum árum og þetta er alveg svipað en alveg líkil breyting að skrýmsli er eitthvað að romsa þarna að Viktor er dauður í bókinni sko. Hann er bara að tala yfir líkinu af Viktor sko en þarna náðir þessu fyrirgefningar momenti sko. Þessu tvær liðar Say my name Mér fannst það ok, það fannst það vera full mikið en mér fannst þess að þetta er eina breytingum sem ég var svo góð fyrir flæði myndar og kom eitthvað svona bara conclusion sko. Saman ekki þetta og svo þetta gerast og svo þetta gerast og einmitt Oddur líka vill fá conclusion ekki eins og í A House of Dynamite sem bara hættir bara Talandi Dynamite, hvað varst ykkur þegar skrýmsli tók hérna TNT og geðveikt já, það var alveg geðveikt end my life staldrast það að segja þetta hann er saumaður saman þú veist, það er ekki átt að splundrast sko, og þurfa svo bara þá að skrýra saman aftur, hann er sko, með eitthvað óðukrast já, náttúrulega sko, þetta healing power sko, ég skreiða niður healing factor superhetja sko. já, ég ætla að segja hann er með Marvel hetju vibe sko ég er svona að fíla þess að mynd það er Wolverine það verður ekki að drepa Wolverine alltaf skjóta og hann grær á no time sko. En ég veist það er lítið gott hjá hann að geta haldið á dýna með túbu og bara en ég fílaði það andri mjög vel að þegar ég hugsa bara að hann var til í að deyja bara færa ekki ég fílaði það mjög vel það var líka mjög þetta var verið í öðrum myndum líka þetta er mjög svona þetta er svo tragist sko hann fer eitthvað að reyna fyrir sér út í hinnum stóra heimi og heimurinn bara hafnar hún bara allt og hann fá ekki companionship hann fá ekki companion hann fá ekki efi hann fá ekki efi sko það er ræðilegt sko það er svo illa gert á honum að netunum sko já þess vegna getur hann gert Frankenstein 2 Bright og Frankenstein hann búið að gera þetta nákvæmlega það búið að gera þetta wow. ég hlaka til Frankenstein Universe sem er að koma það var reynt hérna 2000 með Tom Cruise það byrjaði svona Monster Universe Mummy sem er bara floppaði sástu hana, Mummy? Nei, þá ég reyndi ekkert að horfa að byrja á henni sko en hún var bara ekki tjaf skemmtileg The Mummy sem á að fara að gera meira Mummy 4? Já, ég er spenntur hún gerist fyrst beint á þetta Mummy 2
Ég Það skil látið sem það að mér ekki þrjú alveg. hafa ekki gæst Ha? Já, ég skil það ekki Já, alveg beint á eftir, já, ekki samt í tíma því þau Nei, var ekki elstum tíma 30 ár, sko. Já, ok. nei, en bara svona, þú veist, já Já. Ég sá aldrei þriðju, þannig að Nei, ég sá hann ekki Það var eitthvað mjög Ég sá hann lélegt. ekki heldur, þá voru þau líka voru þau ekki Komin til Kína, auka persónu og voru þetta að fara að snúast son Jú, það var eitthvað, jú Það var líka orðinn svona Ég næstu- held alltaf að sko, Scorpion King væri 3 sko. Ég sé hana sko, en Já, einmitt hún var alltaf bara að gera til þess að kynna heiminn fyrir The Rock Já, The Rock Já, En já, þetta er geggjað maður Já, Alveg yfirferð já, rosalega pælt allt saman Já, á samt eitthvað eitt sem ég ætla að segja í sambandi við þetta já, með þarna, já, Mummy, þarna Tom Cruise þá voru þeir ætluður að fara bara endurvekja þessi universal skrýmsli svo hefði hún ekki gengið þá hefði komið vantilega Frankenstein og Dracula og The Invincible Man og allt þetta en Tom Cruise sem aldrei klikkar í miðsölunni hún tókst að steindreipa þetta hann klikkaði Já, ég var svo spenntur fyrir Invisible Man Sáuð og þið sjá heila myndum það Sáðu aldrei svona trailerinn ef því hvort það mýta eða ekki það var, ég man þegar þessi mynd var að koma út sko, og droppaði trailer áður en að var klár sko. Ég veit ekki hvort það var ekki en í þessum trailer það var eitthvað svona fárlegt öskur hjá Tom Cruise það var eitthvað svona flugvél opnast og hann öskar bara, ég veit ekki hljómar eins og, ég veit ekki hvað sko, ég get ekki listi, en ég man að þetta var eitthvað svona mím þegar myndi var að koma út nú er ég bara að tala um rakkatam að þetta sé eitthvað svona sem var til þess að myndi floppa, ég fólk bara að hlæja Tom Cruise eftir þess að sé myndin og bara Tótið sem Heyrðu félagi, þú ert á 30 árum og í 25 myndum búin að sína þá samt og kannt ekki að hlaupa ekki öskra Hvernig var öskrið? Stefán ég get ekki hernt eftir ég get sendið ykkur þetta og það get reynd að senda inn í þátt Settu þetta á toppból Var þetta á dönsku? Já Tjelavidu Nei, býtu Velavidu Já, eru ekki geggjaðir? jú, frábært Nú held ég að sé búin Stefán, takk fyrir, þú ert búið með Ég held að það sé að koma upp það en ég er sátur Við ætlum að mæla með þessari mynd fyrir þau sem eru búin að hlusta á okkur í 1 klukkutíma og 25 mínútur að horfa á. Ekkert mál að horfa á þessar myndtörnir á Netflix það liggur bara fyrir löpunum á þér Ég ætla að muna að taka mynda ykkur núna Já. Ok og muna eftir að minnast á styrtara sem eru Regus sem að leggur okkur húsnaði á kaffi og aðalskoðun 20% afsláttur set þeirra tónn Ok Það er ekki bara Stefán, takk fyrir komuna Já, takk fyrir að Besta hvað þetta Svíþjóðar þú vilt örgulega koma aftur ekki kemur til landsins ekkert senna það verði ekki að fá koma aftur ég er búin að bíða það að koma heila eil líka Já, tóttu ekki að fá hann aftur Jú, það er bara erindið þitt í næstu Íslandsferð er að koma hingað í 2 á topnum Sammála því Draumur Stefán Atli Sigtryggsson, takk að kjalla fyrir komuna Takk fyrir í dag Tóti, takk fyrir þig Gaman að sjá þig, Óttur minn Alltaf gaman að heita þig 2 á topnum er í samstarfi við Aðalskoðun Aðalskoðun býður hlustendum 2 á topnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á topnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.